og bara var glöð og þakklátt fyrir þá stund sem var góð. Og við ætlum að vera með ykkur næstu viku líka, við ætlum að mæta á bænastund á þriðjudaginn, milli 5 og 6. En við vorum að tala það hjónin að ef einhver vilja hitta okkur persónlega að biðja fyrir okkur, þá getum við verið hans undan eftir, þannig að við verðum komin fyrir 4 á þriðjudaginn og getum alveg verið til 7, þannig að ef einhver vill fá persónlega samtal og líka hægt að spjalla við okkur að eiga þannig stund saman og nota, og líka okkur finnst líka gaman að nota tækifæri og kynnast fleirum sem búa hérna í bænum. Við fórum aðeins á stúan í gær og fyrradag. Það er fínt að fara svona staði, hittum nokkra gamla Vestmannaeyinga í Bónus og Sundlauginni og svona, þannig að það eru nokkri sem að vita okkur og það eru ég nokkra ættingja hérna líka á svæðinu. En það sem ég var að hugsa í morgun þegar ég vaknaði, það var hvítasunnudag og fyrir 20 árum vorum við hjónin í Jerúsalem á hvítasunnudag og þá vorum við aglahóp og þá var öllum sagt að mæta að snemma morguninn, að vera komin við Grátmúrinn klukkan 6 og finna svona, og við áttum öll að vera í hvítum fötum. Við varum í hvítum buxum og hvítum kjól og svona og það var svo sérstakt að vera mætt fyrir 6 morguninn þó að sé gott veður þá svona fann maður hvernig fyrst var smá svali í loftinu og svo kom hitinn og var náttúrulega mjög heitt þegar leið á. En það var svo yndislegt að fá að vera með öllum þessu fólki sem kom saman og svo var ég myndi að lesa hefðina að þessi hvítu klæði, að það var mjög algengt að fólk tók skírn á aðfarnótt hvítasunnu og það var kallað hvítidagur og við bættum við hvíti sunnudag. Þannig að þetta var svona sérstök reynsla sem við fyrir og það voru orðið hvítasunna notum við náttúrulega svolítið bara eins og hvítasunnudagur, en á ensku að tala Pentekost og Pentekost þýðir á grísku 50 og við hefum verið svolítið á Vopnafirði og á Vopnafirði kynntust við manni sem Egypti og við hefum nokkur svona farið til hans, hann gera upp stórt hús á rétt á Vopnafirði og nokkur svona farið til hans og beðið með honum og alltaf áður við komum þá lætur hann Astrid vita að ég vil fá þau í heimsókn og biðja fyrir mér og við vorum að tala við hennar mann og hann Egypti og alinn upp af koptískum munkum, þannig hann svona með svona sérstakt sjónarhorn á lífið og kynntist nú eitthvað kristnu fólki og hann var alltaf búinn að spyrja Pall og Astrid hvers konar kirkja þessi hvítasunnu-kirkja. Hann var svona ekki alveg með þetta hreinu. Það hefði verið í Egyptalandi, það hefði svo verið í Þýskalandi og kom svo til Íslands og svo þegar við vorum að lýsa hvað hvítasunnan þýddi að það væri hátíð 50 dögum eftir páska og þá sagði hann, já, nú skil ég, þið eru 50 söfnuðurinn. Í Egyptalandi heitir þessi söfnuður bara 50. Hann bara kallaði 50, þannig eftir það töluðum við kirkjuna á Vopnafirði, við erum 50 söfnuður. Þetta bara mjög einfalt mál, þannig að það var bara mjög frábært að við getum kallað okkur, við erum 50 fólkið í Keflavík. Og svo var Snorri að minnast á lofstofuna, við vorum stödd hérna í fyrir 20 árum þegar við vorum í Jerúsalem og þá þá vorum við í lofstofunni og það var verið að lofa Guð og fólk söng í tungum og svo man ég að við vorum með aglahóp og svo var einhver kirkja, þetta var einhver kirkja frá Portúgal, og þá kom einn Portúgalinn og spurði, frábært að heyra einhver tala á spænsku, á portúgalsku, það átti rétt, að heyra einhver tala á portúgalsku. Þá var það einhver sem var að tala í tungumanna, sem bara talaði þessa portúgalsku, þannig að einhver í kirkjunni þar tók við boðskapinn. Þetta var yndisleg lofgjörð til Drottins. Já. Og svo var svo gaman að heyra. Alveg hreina, fallega portúgalsku, bara lofgjörð til Drottins. Þannig að sá sem var að tala var bara að lofa Guð í tungum. Þannig að hvatning mín í dag, notum tungutali fyrir okkur til uppbyggingar, okkur til styrktar og fyrir aðra líka. Þannig við hlökkum til að vera með ykkur. Þóranna valdi kjólinn sinn í dag til að minna á
eldur andans kom og settist yfir. Svo þið betur nú að það var bara yfir hérna. Já, já. Ég ætla að rétt að minnast á orðin sem að ég las. Lítið til fugla heiminsins, hyggið að liljumvallarins. Jesús segir okkur að horfa á það. Í dag er þetta akkurat tíminn. Farfuglarnir að koma, blómin að byrja að spretta. Við gleðjumst yfir fyrsta fíflinum sem að sprettur. Svo náum við í fíflajöfnu og tökum hann upp eftir nokkra daga. Af því að hann þóknast okkur ekki. En hyggið að liljumvallarins, sem í dag spretta, en á morgun er í ofkast vera slegið. Það er eitt fallegasta sem maður sér á sumrin þegar maður keyrir sveitir og sér akur er svona tún sem er bara sólegar og fíflar. Alveg gult, heiðgult, vá hvað þetta er falleg. Og þegar við sjáum hópana, ég er búinn að sjá Lóu og Tjald og ég er búinn að sjá Stelk og ég er búinn að sjá Maríeldu, maður leitar að þessum fuglum. Lundinn er kominn. Heim í Vestmanni þá skiptir það mestu máli. Það er málið. Það er okkur saman nánast alla aðra fugla, þegar lundinn kemur þá er þetta komið. Og lítið til fugla heiminsins, lítið til þeirra. Hvað er það sem Guð er að gefa okkur? Og svo segir hann, en þið eru miklu fremri þeim. Þið eru miklu fremri. Og ég hyggja að liljumvallarins, og ég oft hugsa þetta, þegar líkinguna sem Jesús gefur, hann segir, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein lilja. Já. Og þegar við göngum eins og í útlöndum í það, síður hér getum við svona farið framhjá, stígum ekki á blóminn, en í útlöndum sem þá bara veðum maður í blómunum. Það er bara út um allt. Og maður hugsa ekki, vá, þetta blóm var betur búið heldur en Salómon hlaði gulli og gersemum og demöntum. Drottinn hann er svo góður. Hyggið að þessu. Amen. Hugsið þetta. Amen. Verið eitt sem er svo frábært blóm. Það er ekki neitt annað en blóm. Það er ekki að reyna að vera neitt annað. Það er bara fast. Það kemst ekkert. Kemst ekki í burtu. Og þannig eigum við að vera í Kristi. Rótfest í Kristi, segir einhverstað. Heilagur andi vökvar. Heilagur andi er í moldinni, gefur okkur næringuna. Hyggið að liljumvallarins. Þær eru bara. Stundum er maður að reyna að vera eitthvað. Ég er að reyna að vera svona prédikari sem fær fólk til að horfa, til að undrast. En ég er bara vinur Jesú. Þegar ég kem heim og sit, þá er ég bara vinur Jesú. Amen. Tala við það þannig. Ég er bara fugl sem fæ að fara til Keflavíkur. Flýg frá Vestmanni, Keflavíkur. Sjáu alla fuglana, allar flugvélarnar. Þið takja ekki eftir í hérna öllum sem flugvélum sem er að fluga. Ég tel hverju einust á handfyrir. Það er 10 vélar farnar núna. Ja, það er flogið í dag. En út úr þeim koma ferðamenn. Út úr þeim kemur fólk sem hefur farið í frí, notið og glatt og ánægt. Eða ferðamenn sem er að koma og undrast í náttúru landsins. Inn á milli koma fólk sem við myndi helst ekki að kemi. En fuglarnir eru komið. Auðga, blessa. Okkur finnst sumarið svo fallegt af því að fuglarnir komið. Já. Og af því að blóminn sprutt. Verum fuglar og blóm fyrir aðra. Amen. Amen. Ekki á þessu. Gangin í lofgjöruna, syngja saman nokkuð lög áður en Snorri kemur og tala til okkur.
Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of shame became poor. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it cost to see my sin upon the cross. I never know how much it cost to see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it cost to see my sin upon the cross. I never know how
altogether wonderful to me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Í þinni nærveru, í þinni nærveru, þinn helgi andi lifir í mér. Ég fell að fótum þér, Jesús. Ég fell að fótum þér. Þitt helga orð talar til mín. Og ég vil dvelja hjá þér, því ég ekkert án þín. Í þinni nærveru, í þinni nærveru, þinn helgi andi lifir í mér. Ég fell að fótum þér, ég fell að fótum þér. Þitt helga orð talar til mín. Og ég vil dvelja hjá þér, því ég ekkert án þín. Og ég vil dvelja hjá þér, því ég ekkert án þín. Syngjum þetta saman. Og ég vil dvelja hjá þér, því ég ekkert án þín. Ég
sögnin. Þannig að þið mér alveg þakka Guði fyrir það. Martha minn, please. Thank you, Jesus, for this day. Lord Jesus, we are here again to worship you with the substance that we received from you. Lord Jesus, we ask you to accept it. I pray in the name of Jesus. Þið viti, Guð blessa glaðan gjafara. Láttu regn heilags anda falla á mig. Sér hver dag, hverja stund, við sér hvern andardrátt. Láttu regn heilags anda falla á mig. Sér hver dag, hvar sem láttu regn þitt falla á mig. Falla á mig. Láttu regn heilags anda falla á mig. Hverja dag, hverja stund, við sér hvern andardrátt. Láttu regn heilags anda falla á mig. Sér hver dag, hvar sem láttu regn þitt falla á mig, falla á mig. Þinni ást, engin orð og list, flæðir inn í mína sál. Nú andi þinn fyllir huga minn, frið ég finn í návist þinni. Láttu regn heilags anda falla á mig. Sér hver dag, hverja stund, við sér hvern andardrátt. Láttu regn heilags anda falla á mig. Sér hver dag, hvar sem láttu regn þitt falla á mig, falla á mig. Þinni ást, engin orð og list, flæðir inn í mína sál. Nú andi þinn fyllir huga minn, frið ég finn í návist þinni. 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 Láttu regn heilags anda falla á mig.
ég bauð honum heim til mín í kaffi og það var bara svona létt spjall. Sonur minn kom þarna og dóttir og tengdasonur og það var fínt samfélag. Og í þessu samfélagi, þegar við vorum svona sama fjölskyldan, þá fór bróðir minn að segja mér frá reynslu sem hann hafði fengið eða orðið fyrir þegar hann er kannski 4 til 5 ára gamall. En þetta er reynsla sem fer ekki úr minni hans. Það var þannig að hann svaf upp í hjónarúmi milli mömmu og pappa því að hann var sá yngsti og ég svaf við gaflinn á hjónarúminu. Hann vaknaði miðja nótt og honum bregður svo rosalega af því að hann sér það að það er hvít vera sem stendur yfir rúmi mínu og heldur höndunum svona opnum og honum brá svo var svo hræddur. Hann grúfði sig í sængina og sett hana yfir sig og svo nötraði hann og athugaði hvað var þetta. Svo leit hann aftur upp og tók sængina frá og þá ver hann ennþá yfir og þessu gleymir hann ekki. Og þá var hann farið að hlæja þess að segja var þetta örugga hvítur, það var ekki bara svart. Og það var farið að reyna að stríða mér. Ég vissi ekki að þessu en hann talaði um þetta og þetta er reynsla sem hann er búinn að vera með í 60 ár. Þetta gleymist ekki. Stundum er það þannig að þessar reynslu sögur okkar, við erum ekki mikið að segja þær. Hvað ert þú að geyma í þínu hjarta og í þínum huga sem við þyrftum eiginlega að koma með og segja, já, er ekki tími fyrir okkur að segja það? Ég skal segja ykkur af hverju ég nefni þessa sögu og byrja á þessu svona. Ef þið viljið grípa tækifærið, þá bara rétt upp hendina og ég skal bakka aðeins því að ég get alveg muna hvað ég ætla að segja. En þá var þannig að við komum í hvítasundag á forðum, förum í Póstalssöguna 2 og það er svo athyglisvert þegar við lesum Póstalssöguna að þá er það greinilega sagnaritari. Hann Lúkas að skrifa svo vel og segir svo vel frá að við fáum alveg hvítasunnudaginn ljóslifandi frá árladags er allavega samankomnir klukkan 9 og þeim fannst engin vandi að mæta á bænastund klukkan 9. Þeir voru þegar komnir 120 og það eru 12 nöfn nefnd. Þannig að 10% þeirra sem að mæta samkomuna voru nefndar nafn. Við erum ekkert endilega svoleiðis að muna eftir öllu þeim nöfnum sem að koma til okkar á samkomu, en svo kemur bara eins og aðdynjandi sterkviðris og það fyllir húsið og við vitum ekkert almennilega hvernig hljóð þetta var. Við getum álíktað að þetta hafi eins og hvínur eða eitthvað annað sem að hafði áhrif á okkur, en allavega var það með þeim áhrifum að fólk dreif að allstaðar úr borginni og þeir eru nefndir hérna hjá okkur eins og Lúkas guðspjallamaður talar hann skrifaði nefnilega Póstalssöguna og ég mjög gaman af því að fara yfir þetta. Hann segir, er þetta ekki allt saman Galileumenn sem hér eru að tala? Og hverjir voru þetta sem voru þessi Galileumenn? Þeir eru nefndir hann hérna eilítið neðar og þeir hafa talað þá að þarna voru þeir bæði, hvað hefur að segja, þetta voru í Póstalssögunni 1 talað þá, Pétur, Jóhannes, Jakob, Andrés, Filippus, Tómas, Bartolómeus, Mattheus, Jakob Alfeusson, Símon Vanslætari og Júdas Ískariot. En hver var þessi 12? Það eru 11 nöfn komin. Hver var þessi 12? Og María, móðir Jesú. Júdas mætti ekki Júdas Ískariot, hann var farinn, en María, móðir Jesú, þannig að það eru 12 nöfn nefnd. Svo segir eilítið seinna í þessari bara næstu línu eftir næsta versi, þar var samankomin flokkur manna 120 að tölu. 120 að tölu. Svoleiðis að þetta var bara dágóð samkoma. Ef við förum 100 manna samkomu á söfnum á Íslandi í dag, ef að kirkja hefur 100 manna samkomu, þá er það talið stór kirkja.
Svo á dögum Jesú Krist, þá var þetta bara 100 manns mætt á samkomu klukkan 9 á morgni, eða fyrir 9 á morgni. Og svo komum við að þessu að þegar aðdendi sterkviðrisins kemur og við sjáum hvernig Lúkas að skrifa þetta, þá dreif þá að Galatamennina, eða Galilumennina, þeim brá mjög við, því hver og einn þeirri þá tala mæla sína tungu. Og hverju voru þetta? Við erum partar, Medar, Elamítar, við erum frá Mesopótamíu, Júdeu, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Líbíu byggðum við Kýrinni, við erum hingað flutti frá Róm, hér eru bæði gyðingar, þessi tekið af að trú gyðingar, Krítaingar og Arabar. Og hvað erum við þá að segja? Við erum að tala í raun og veru svæði frá Grikklandi, Tyrklandi, Írak, Íran, það Persía, það sem núna og síðan bara norðurströnd Afríku. Það bæði Pútmenn og það Líbíu og það Týrus frá Kýrinni og svo framvegis. Þannig að þetta í raun og veru löndin allt í kringum Ísrael. Þetta voru guðreknir menn, voru mættir á staðinn og allt í einu heyra þeir, það talað gríðarlega mikið til þeirra á þeirra eigin tungu. Og ég get bara rétt ímyndað mér að Guð hafi látið þetta fólk heyra aðeins þetta sterkviðrisins og fylla það forvitni, svo það kæmi á samkomu og það heyrði lærisveinana að tala. Lærisveinarnir töluðu tungum, ég ekkert eins og þeir hefur skilið hvað þeir voru að segja. En þeir töluðu og þá kemur í ljós að þeir segja, við heyrum þá tala vorum tungum. Allir þessir útlendingar sem mætt á staðinn, þeir komu til að staðfesta að heilagur andi gaf lærisveinum að mæla tungumál þeirra. Og hvað haldið hafa að tala? Nýjustu fréttir dagsins voru að tala eitthvað svona pólitísk mál, voru framboðsmálin í gangi. Hvað tölum við Það alls konar málefni sem að rætt í heiminunum. Við spyrjum hinn og þennan og við förum að leggja orð í belg og við höfum álit á þessu og öðru. En þegar kemur að þessu máli, að heilagur andi lét að tala og fékk til þess að tala, þá svo merkilegt að í 12. versinu, í öðrum kapitúlunum, þá sagt þeir voru allir furðulostnir og ráðalausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? Vegna þess að versinu undan, við heyrum þá tala stórmerki Guðs. Við heyrum þá tala stórmerki Guðs. Hvað ætli andi drottins vilji tala við Ísland í dag? Ef andinn kæmi til okkar og væri hér hjá okkur og með okkur og hann mætti hér á svæði, hvað heldur hann segði við þig? Hvaða málefni heldur hann vildi tala við þig? Heldur hann vildi tala við þig þegar hafið klofnaði og Móse fór yfir með 2 milljónir manna frá Egyptalandi og í niðurverkina? Heldur hann vildi tala við þig brúðkaupið í Kana þegar allt var tómt, ekkert vín til og Jesús sagði bara auðvitað vatni og það var nóg vín og betra vín eftir á heldur en fyrirfram. Ef að tala þegar þeir voru að reyna að fiska alla nóttina og það var enginn sem gat fengið neina bröndu. Svo segir Jesús þarna við þá, heyrðu bara, prófið hægra megin, kastið stjórnborðsmegin og það er ágætt fyrir okkur að vita það líka að það má segja, prófið hægra megin. Prófiði núna, allir íslenska þjóðir þurfi ekki að heyra, prófiði hægri stefnu. Prófiði fólki sem hægra megin. Nei, þetta of pólitískt. Við eigum að vera laus við alla pólitík, segjum við alveg hygglust. En Jesús sagði við þá, kastiði netunum hægra megin. Og þá fylltist bara allt. Hvaðan kom fiskur? Það var ekki brandað nóttina, en það var svo mikið daginn eftir þarna morguninn að það fyllti 2 báta og við sjálft lá að netin brugðust. Voru að tala þetta við Arabana og Krítaingana og alla þá þessar útlendingar sem þarna voru. Við getum nefnt hverja söguna af annari sem ritningarnar tala og við köllum sögur furður, tákn og stórmerki. Og ég held að Guð sé akkurat
að byrja sér starf hér á Íslandi, að við mögum rifja upp gömlu sögurnar sem við höfum að geyma og erum búin að vera í kringum söfnuðina árum saman. En við höfum ekki endilega að tala mikið um það. Þetta var bara lækningi og það var aðeins beðið. Jú, ég var nú svolítið slæm í bakinu en það var svolítið merkilegt sem gerðist. Ég nefndi því atviki. Við fengum mann hingað í heimsókn til Íslands og hann fór að byrja fyrir sjúkum. Og hann fór að taka upp á því að láta alla setjast í stól og lyfta á fótunum og svona athuga hvort að fæturnir væru jafn langir og þetta voru svona tiktúrur á okkur fannst. Við höfum ekkert verið að hugsa út í það að maður er veikur vegna þess að annar fóturinn er skemmri eða styttri en hinn. Nema hann gerði það bara. Og svo var einn tekinn þarna og hann var látið setjast í stólinn og það vantaði svona mikið á annan sólan. Það var búið að bæta við skóna hjá honum til þess að hafa fæturna jafna. Sá fékk ekkert lengda fætur, en það var verið eiginlega að prófa og láta menn svona að eru þetta einhver kraftaverk? Já, látum þennan sem er með sko stutta fóti, látum hann koma. Nefnir þessi maður kom til Vestmannaeyja. Það var búið að vera svona ókyrrð. Ég var búið að láta mig vita svona þetta er nú ekki alveg ekta. Passaði á honum. Við bjóðum upp á þennan predikara heim í Vestmannaeyjum og hann kemur og talar til okkar og er með okkur og svo fer hann að biðja við sjúkum. Bróðir minn hann kom með vinkonu okkar á samkomu þennan dag og hún var svo þjáð að hún gat í raun og veru hvorki gengið, setið eða staðið. Hann leiddi hana inn á samkomuna. Við vissum ekki hvað hafði gert en það voru gríðarlegir sársaukaverkir í bakinu. Svo kemur það því að hann fer að biðja fyrir henni. Hún sest í stólinn og hann lyftir löppunum aðeins upp og þá heyrist bara aftur og hún sprettur á fætur. Það var ekkert meira sem hann gerði. Og allir undrandi, hvað? Spart nú bara upp, sprettur á fætur, verkirnir horfnir, ekkert að henni í bakinu og hún gat byggt sig og hún var nú líkuð þá og byggði sér alveg niður og tegði til í tæknar, ekkert af henni. Þetta gerðist á einu augnabliki. Hvað gerðist? Og við lítum hver á annan og segir, heyrðu hvað, af hverju fékk þessi með mikla bilið á fætunum, ekki lækningu, en þessi kona fékk lækningu. Og það var ekkert að fótunum á henni. Hún var alveg með jafn stór og langa fætur. En það var eitthvað sem gerðist hið innra sem læknir sagði við hana seinna meir. Og þegar hann var að fæða barn þarna nokkrum mánuðum áður, það hafði legið rifnað og það hafði gróið fast við bakið á hann og vöðva. Og þegar eitthvað gerðist saðan, þá hefur það bara rifnað frá og losnað, þú varst bara laus. Og hún gat alveg tengt þetta við. Legið var leyst frá sárinu, það var læknað, það var heilbrigt og hún var bara öll í lagi. Eftir þetta var hann alveg þekkt fyrir að flengjast sjóinn á tuðrum og vera með manni sínum í fjöllum og hún gat þess vegna verið að smala fé og hlaupa holt og hæðir og alltaf var þetta í henni, Guð heyrði bæn. Hvað séu margir á Íslandi sem hafa fengið að vita að Guð heyrði bæn. Það var nemandi hjá mér einu sem stýrir á skólanum. Hann skrifaði með ritgerð. Þegar hann var austar á Seyðisfirði, þá lenti hann í því að hann var að stela eggjum eða tína egg. Hann var fötu með sér og hann einhvers staðar í fjöllunum á Seyðisfirði og áður en veit af, hann var búinn að tína fötuna fulla af eggjum og hann ætlaði að snúa við, hann finnur ekki leiðin tilbaka. Hann komin í sjálfheldu og hann lítur upp, hann lítur niður og hann sér ekkert annan hengi flug og hann veit ekki hvað hann á að gera. Svo hann hendi fötunni burtu frá sér, grípur í bergvegginn og segir, Guð, nú þarftu að hjálpa mér. Hann lokar augunum og ætlaði að fara með faðirvor en bara var að biðja þessa bæn, nú þarftu að hjálpa mér.
Þegar hann opnaði augun, og hann upp á fjallinu. Og hann sagði við mig, Snorri, þú segir engu frá þessu. Og ég segi, af hverju ekki? Það skilur þetta enginn. Nei, það má. Þessna þarf að segja frá þessu. Hvað eru margir sem þegja yfir sögunum vegna þess að okkur finnst þetta að vera svo ótrúlegt, bara að það gett grína okkur fyrir hvað við erum að segja. Annar kom til mín, hann var í Heimaeyjarslysinu, það var bátur, stór bátur sem var á netaveiðum við Surtsey. Það vildi svo óhöndulega til að í vonsku veðri þá fékk hann bara allan pakkan, allt netið í skrúfurna. Og það var reynt að vinda ofanar en vélinn stoppaði, skrúan föst og skipið bara rak stjórnlaust upp að Suðurströndinni. Það kallaði aðra báta, Sindri, togarinn kemur þarna, það er sett lína á milli, það reyndi að toga Heimaey til Vestmannaeyja og það gengur svona rosalega brösulega að hún er alltaf að slitna aftur. Og því oft sem hún slitnar aftur Sindranum, þá er hún alltaf komin nær Suðurströndinni og nálgast hraðbyri og skipstjórinn sem að ég var með einn svona sjó, hann segir við strákana, við erum að láta akkinni falla. Þetta er ekki hægt, við erum að fara upp í. Hann setti 2 menn upp á hvalbakk, þeir hurfu báðir. Kom ein alda yfir, þeir voru báðir farnir. Og hann var mjög ósáttur við það, hvernig stendur á því þetta fer svona. Nema, hann segir þá við strákana, nú skulum bara koma niður í messan og nú förum við með bæn. Hæ? Eigum við að fara að biðja? Segja allir hásetarnir. Það var bara strand framöndan. Sindri gat ekki komið taug á milli. Þetta þýddi það að þeir krupu allir. Það var enginn að kíkja. Vitið, bara, það voru allir við alvöruna, það var bæn. Og þegar þeir eru bara að segja amen, við vorum í faðir vonin, og eru bara klára að faðir vonin þegar segja amen, þá finna þeir að það var alda sem tekur skipið og flytur það upp í fjörukampinn og það sest þar. Og í staðans að vera að rugga eins og gerðist áður, þá var allt orðið fast upp í fótum og þeir heyrðu bara suðið í vindunum. Þeir hlupu allir upp í brú og litu út og sagði, hvað? Þetta var nú kraftaverk. Mátti segja það. Þá kom ein alda undir skipið, tók á og flutti það í heilu lagi upp í fjörum og leta setjast þar. Það kostaði reyndar að 2 menn, þeir gátu ekki komið heim til hafnar. Svo var skipið bara dregið út á næstu lygnuð, þeir bara fengu jarðvitu og skóaðan á skipinu, settu brókuðunum og drógu skipið heim til Vestmannaeyja, það var sett í slipp, það var ekkert að því, það þurfti bara að mála skipið og búið. Hver bjargaði? Og þegar hann kom að segja mér frá þessu strákurinn, þá sagði hann, Snorri, þú segir engum frá þessu. Ég sagði að lofaði því, ég ætla að segja öllum frá þessu. Mér finnst skipta máli að við sem erum heilagsanda megin í trúnni á Jesú Krist, við áttum okkur á því hvað andinn er að segja við okkur og hvað hann er að gera hjá okkur, svo við höfum athyglinna í lagi og við vitum hvað gera á. Og það er eitt af því sem við eigum að gera, við eigum að minna hvert annað á verk Drottins á meðal okkar. Það getur vel verið að þú sett að gangi gegnum svo mikla þrengingar og svo erfiðan tíma að þú vitir ekki þitt rjúkandi ráð. Þá segir ég bara gott, bara þú ert heppinn, vegna þegar þú ert komin í þörf, ágangi beygir þig fyrir að leita Drottins. Má Guð svara þinni bæn og mátt þú segja síðan hvað þú hefur upplifað. Og ég er með svona eina hugsun í gangi. Þegar þeir eru hér á Apostolasögunni, þá eru þeir að tala stórmerki Guðs og við sjáum í Biblíunni að Biblían segir gjarnan, heyrið hvað andinn segir söfnuðinum. Hvað er andinn að segja hjá okkur í dag? Akkur vill fólki ekki koma? Akkur eru svona fá? Akkur eru svona frjálsu söfnuðinir? Þetta er bara örfáar sálir. Og við getum sagt, flestir eru með svona báðar hendur, svona 10 til 20 manns á samkomum. Akkur ekki fleiri?
Hvar eru Íslendingarnir sem reyndu Drottinn og fengu að prófa að Guð svaraði bæn? Af hverju segja þið við okkur? Ég vil segja frá þessu sem ég hef upplifað, en þú segir engum frá. Leyfum okkur ekki að þegja yfir því sem Guð hefur gert. Og þegar Drottinn talaði til postulanna á sínu tíma, það var eitt af því sem kom fram hjá Páli postula. Hann segir þetta við Tímóteus. Heyrið hvað andinn segir í söfnunum. Hvað var andinn að segja við Pál postula sem hann skrifaði Tímóteusi? Ef að koma þessi fyrirbréf Tímóteusa, ef að sjá hvað Pál skrifar forstöðumanninum, honum Tímóteusi, og sjáu hvað þetta er stórmerkilegt. 4. kapitulinn, 1. bréfið, þá byrjar Pál postuli með því að segja við hann, andinn segir berlega á síðari tímum. Hvað mun þá gerast? Hvað er að gerast í okkar tíð sem passar við þetta orð, að á síðari tímum munu sumir ganga af trúnni, gefa sig að villöndum, lærdómum illra anda, þessu valda hræsnisfullir lifera? Hvar erum við stödd gagnvart þessu? Er þetta samtíminn okkar? Ef við heyra hvað hann segir við hann í næsta bréfi á eftir, það er bara annað Tímóteusarbréf og það er 3. kaflinn þar. Vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum, takk fyrir, þetta er það sem Andi segir, þetta sem postulinn sagði, á síðustu dögum munu koma ördungartíðir. Menn velja að segja við þig hvað Guð hefur verið að gera, en segja jafnhliða ekki segja neinum. Og Páll segir, mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrókafullir, lastmælendur, foreldrum óhreinir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ekki nóg komið. Eigum við týnið allt saman upp. Ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleypnir, og mér var hugsað til þess, einmitt, taumlausir. Getur það verið eitthvað vandamál okkar á milli? Ég sá það daginn að Tómas í Hamborgarbúlu Tómas, þegar hann var að skamma Alþingi fyrir afstöðu þeirra til fíkla. Það vantar yfir 500 milljónir til þess að S.A.A. geti haldið áfram starfi sínu. Af hverju er þetta svona rosalega dýr pakki? Og svo þegar við erum að tala um þetta, þá er Sigmar og Tómas, þeir eru að skamma alþingismenn fyrir að þetta ástand er ykkur að kenna. Þá er það. Ég var fyrir alveg nákvæmlega samskonar freistingu og margir af þeim sem voru jafnaldrar mínir og þurftu að fara í meðferð. Mér var líka boðið að taka við tóbakinu. Mér var líka boðið að taka þátt í fjörun og fá smá bjól og fá smá þetta og mér var þetta líka boðið. Af hverju sagði ég nei, en hinu sögðu já. Og ég hugsa með mér, þegar ég var að lesa þetta um Tómas, það er kannski miklu nær fyrir alþingismennin að segja, við skulum frekar leggja 50 milljónir í fyrirbyggjandi aðgerðir. Við skulum láta mikið frekar frá okkur heyra að það sé hægt að standast og þurfi ekki að fara í gegnum þetta. Ég man eftir, ég fór einu sinni á leikriti hjá henni Bubba, 9 líf. Og Bubbi kom út úr þessu 9 lífum sem bara hetja. Maður sem hafði farið og leyft sér að fara yfir öll mörk. Taka þátt í ýmsu og öðru sem við viljum ekki að börnin okkar geri. Hann slapp út úr þessu. Það voru margir sem komast ekki einu sinni inn í 1 líf. Þeir eru það allir. Sumir áttu 2 líf, þá eru búnir. Svo erum við að hrósa manni fyrir það að hafa náð 9 lífum. Ég var feginn fyrir að hann er lifandi með á þetta. En ég er nefnilega manni til því þeir komu einu sinni AA-mennirnir í Gagnfræðaskóla Vestmannaeyja og voru að reyna að vaða unglingana við. Og þeim var það á að þeir voru að segja sögurnar af því hvað var gaman. Það sem þeir gerðu, þetta var svo skemmtilegt og það var yfirleitt það sem kom út úr þessu að það, en ég sé svo mikið eftir þessu. Svo þegar við komum á kennarastofu þá segir ég, strákar, af hverju er það kominga?
Já, en við viljum vaða þessi börn við. En þið get ekki vaða þau við þegar þið segir síðan í lok sögunar, ég sé ekki eftir þessu. Þetta var skemmtilegt. Þetta var fjör. Hver vill missa af fjörinu? Hvað oft sem samtíminn okkar og aðrir menn að segja við börnun okkar og unlinga, þetta svo skemmtilegt, þetta nýju líf, þú sleppur. Þú verður bara næsta stjarna á leikhúsi borgarleikhúsins. Það ekki tilgangurinn. Fyrirbyggjandi starfið að þú getur staðið á þínum 11 árum, fengið þín 11 laun, horft yfir ævina og sagt, ég slapp mjög vel. Ég fekk góða ráðgjöf, ég fekk gott orð. Og ég verð að segja ykkur það líka, kæru vinir, að það sem var mér til lífs, að ég fór hvorki að reykja eða að drekka, það var það að ég fór fyrir 61 ári að taka mark á þessari bók. Ég var 11 ára gamall þegar ég lét niðurdýfast. Og hvað þýddi það hjá mér? Ég ætlaði að fylgja Jesú Kristi. Og ég man svo vel eftir því þegar kom þetta upp. Viltu ekki prófa að reykja? Viltu ekki prófa að hérna smá vín? Þá svona skaut upp í kollina með þetta. Þú ert búinn að láta skýra. Við gerum ekki svona. Hver kom þessari hugsun inn? Þú veist að það var enginn hvíslusun að mér af einhverjum öðrum. Það var eitthvað sem í mér bjó. Og ég vil segja, þetta var verk heilags anda sem fekk að vera í mér þegar ég þurfti á því að halda. Hvað rödd Guðs að segja við okkur í dag? Hvað andi Drottins að tala til okkar? Má ég benda ykkur á atriði sem að stakk mig svolítið. Ég sá þessa grein eftir Sigmund Davíð og hann alveg ómyrkur í máli og ég bara virkilega sammála með Sigmundi Davíð þegar hann segir pólitísk skemmdarverk á íslenskri tungu. Af hverju ástæða fyrir hann að tala um þetta á Íslandi í dag? Við ekki vera svona frjálslynd? Við ekki hafa þetta þannig að Þóranna og Steingrímur, þau geta skipt kyn 3-4 á dag, hún getur verið hann og hann getur verið hún og... Eða eigum við bara að segja, við erum í því kyni sem Guð skapa okkur. Og það að koma með, menn að koma með í íslenska tungu, þetta ótrúlega rugl að kenna börnunum að þau geta leyft sér að vera hvað sem Og þá alltaf sagt, já bara, nú lætur hjartað þitt leiða þig. Já, það. En hjartað bilað? Ef þú ert veikur fyrir hjartað, hvað gera menn þá? Það það sem við þurfum að tala og skoða, að það sem að gerast hjá okkur og þessi viðvörun sem kemur þetta fram, ég trúi því að Guð sé ýta að okkur viðvöruninni, að heilagur andi að tala til okkar, hlustiði á mitt orð, látiði mitt orð leið ykkur. Og ég ætla bara að fá að enda líka með því að benda á það sem að forystugrein Morgunblaðsins sagði, Ísland með Hamas. Við heyrum allt einu að íslenska þjóðin, hún safnar liðinu, hún spurð af því, hver var það, myndu fara til Ísraels, var það Halla. Ríkisútvarpið spurði hana, myndu fara til Ísraels? Og hún veigraði sér við að svara, akkur ekki. Akkur er þetta forseti Íslands ekki að fara til Ísraels? Þú ert Halla. Halla Tómasar, þetta ekki verið hún. Hún bara var ekki alveg viss hvernig hann ætti að svara. Myndu fara til Ísraels? Myndið þú gera það? Ef þið segir til búið að fara til Ísraels, myndu sleppa því vegna þess að þeir eru að berja fyrir lífi sínu og þeir eru að brjóta niður Hamas á Gaza. Jú, við erum alveg sammála því að það hræðilegt þegar við erum að drepa náunga. Við viljum bara alls ekki tala það svolítið. Og við viljum alls ekki skrifa undir það að sé í lagi að byrja árásir á gyðinga, hlaupa sín í burtu og ætla til þess að þetta sé bara búið. Það styrjöld ekki svolítið. Og þeir hóta því jafnhliða að fara þarna aftur og mynda aftur 7. október ástæð. Hvað hefur að gera? Ef að dagblöðin að tala til okkar þessi mál, megum við ekki alveg ráðfara okkur við það sem heilagur andi segir. Sá síðasti sem að ég vil nefna hérna í mínu máli, það er Filippus trúboði.
Mér er svo vænt hvernig frá sagt í Biblíunni að Fílípus trúboði, hann er sendur niður á veginn til Gaza og hann er að bíða eftir ferðalanginn, hann er að bíða eftir landanum hennar Mörtu, einn frá Eþíópíu, hirðmaður Kandake, drottningar Eþíópíumanna. Hann var greinilega gyðingur því hann var að lesa Jesaja 53 og þá er svo merkilegt að í 8. kapítulunum 29. versinu þá segir Fílípus skundaði þangað og heyrði manninn vera að lesa og hann vissi að hann var að lesa Jesaja og í versinu undan segir Andinn sagði við Fílípus, gakk þú að vagni þessu. Andinn sagði við Fílípus, gakk þú að vagni þessu. Andinn sagði við mig, láttu vera að reykja og drekka. Andinn sagði við mig, gakk þú við helgunarinnar. Andinn segir við mig, hlýddu því sem að orð Guðs segir. Áttaðu þig á að á síðustu tímum verða örðugar tíðir og við getum ekki sloppið í gegnum þær nema heilagur andi kom í stað. Við verðum að hafa anda með okkur. Þetta er bæði lífsins nauðsynlegt og þetta er okkur til þvílíkra heilla. Og hvers vegna skiptir þetta máli fyrir okkur? Það er svo stutt þangað til Jesús kemur. Og það er tvennt sem að einkennir síðasta tíma og það er það að andinn og brúðurinn segja, kom þú, drottinn Jesús. Hvað segir þú? Er þetta bæn í þínu hjarta? Að Jesús, farðu nú að drífa þig, þannig að bíða öllu lengur. Kom þú, drottinn Jesús. Andinn og brúðurinn segja. Er þetta eitthvað tengt heilagsanda verkefni? Ég tel svo að vera og ég vil endilega að átta ykkur á því til þess að heilagir englar séu með ykkur, varðveiti og vaki yfir ykkur, haldi ykkur við anda drottins, haldi ykkur við orð drottins, leyfiði orði Guðs, leiða ykkur og leyfiði orði Guðs, verða ykkur til blessunar, stórkostlegra blessunar. Er ég alveg við því? Amen. Og ég segi bara andi drottins Jesú Kristi, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda verið með ykkur öllum í Jesú nafni. Amen. Þannig getur ég gera krossmark því við hafum það alveg yfir ykkur líka en mér langar til þess að við endum þetta á einum Davíðsálmi. Standið upp. Það er til Davíðsálmurinn, skapa í mér hreint hjarta og Guð. Og það er heilags andaverk að hreinsa hjarta okkar og skapa það hreint vegna þess að þegar það er hreint þá eigum við lifandi og yndislegt samfélag við drottinn okkur og frelsara. Amen. Ég segi amen að lokum svo er kaffi hérna uppi ef að syngja þetta saman.